Uppskrift að góðum degi unnin í samstarfi við Uppbyggingasjóður Norðurlands eystra. Auðlindir okkar hjartans mál. Nýtum þær saman á skapandi og skemmtilegan hátt. eimur.is. Það runnin upp nýr dagur og þótt ég sé nývaknaður þá veit ég að vera góður. Ég bara finn það á mér. Hér á Grásteini, rétt fyrir utan Þórshöfn, ég dregin beint út í gróðurhús til að vekja öll skilningavitin. Hér með farið morgumatur sem samastendur á hráefnum úr sveitinni í kring. Það eitthvað alveg sérstakt við það að borða ferskt kirsuber við hliðina á runnanum þar sem við uxu eitt sinn og finna lyktina af jurtunum allt í kring meðan að maður drekkur tebollan sinn. Til betri byrjun á deginum? Ef ég spyr. Leið mín lá yfir kinnstreinar, glerkennd hraun, háar heiðar, ókunn fjöll, barðist ég við mann í tröll til að sjá þig. Og leið mér þig að leiða til landsins fjalla heiða með sælu sumrin löng. Þar ángar blóma breiða við blíðan fuglasöng. Þar aðeins yndi fann ég, þar aðeins við mig kann ég, þar batt mitt tryggða band. Því þar allt sem ann ég, þar mitt draumaland. Jæja Halldóra, hvar erum við núna? Við erum á Rauðanesi í Þistilfirði sem mikil náttúruperla. Nesið liggur 7 kilometra gönguleið, þægileg, vel stikuð og ströndin öll vörðuð stökkum og hraundröngum og bergmyndunum sem eiga eiginlega engan sinn líka. Já, vá, hér ekki amarlegt útsýni. Nei, til dæmis má sjá hér hvernig berglögin hafa hlaðist hvert ofan á annað í aldanna rás og hlaðið upp þessu bjargi. Já, maður sér það alveg hérna. Og svo sjórinn alltaf að vinna á og mynda þessa dranga þar sem að bergkvikan hefur runnið inn í eitthvað sem mýkra sem að sjórinn síðan étur í burtu og eftir standa þessir stapar og klettar. Alveg undravert hvað náttúran getur búið til. Og hér búa fuglar? Hér fuglalíf, hér svolítið graslendi en mesturlítið lyngmór sem að ilmar alveg dásamlega eins og í dag. Við erum svo heppin að það bjart í lofti og við sjáum líka Langanesið allt eins og það leggur sig nánast. Fjöllin sem raða sér út. Alveg út á Skoruvíkurbjarg sem hornið á nesinu þar sem það beygir til austurs eða norðausturs. Það óvægt að segja að þetta svæði bjóð upp á mikið fyrir ferðafólk. Já, það gerir það sannarlega og þetta mjög vinsæl gönguleið en það ekki skrítið að fólki líki þetta vel. Hérna sjáum við fyrsta gatklettinn. Það alveg gat í gegn. Já. Þetta svo fyrsti af mörgum. Það var hver sitt svona heiti og sérkenni og alveg ótrúlegt hvernig svona samspil lands og sjávar getur skapað margt skemmtilegt. Ef við horfum hérna beint, hvað sjáum við hérna? Við sjáum hérna inn með nesinu að austan og alveg inn að Svalbarði þar sem að forystufjársetrið það merkast setur sem að segir frá þessu sauðfjárkyni, forystufénu, bæði í máli og myndum og þar líka kaffihús og alveg kjörið að skreppa þangað eftir að hafa gengið hringinn Rauðanesið, fá sér kaffisopa og skoða þennan skemmtilega stað. Og þetta þægileg gönguleið, þetta ekki nema 7 kilometrar, allur hringurinn og svo að gera að taka sér nógan tíma og vatn auðvitað því það ekkert vatn á nesinu
og nesti og njóta þess að vera hér. Sagan segir að í Ásbyrgi hafi Sleipnir, hestur Óðins, stigið fast niður fæti sínum og myndað þar ansi myndarlegt hófar. Söguna vegna er því nokkuð tákrænt að fara hér á hestbak. Ég hef nokkru sinnum komið í Ásbyrgi en alltaf verið sömu megin við hóftunguna. Núna förum við hinum megin, þar sem enginn er nema við og hestarnir. Hér ríkir kyrrðin. Hvað heitir þessi hestur? Hann heitir Ljúfur. Já, hann stendur alltaf vel undir nafni, hann er mjög ljúfur. Já, það er gott. Og við fáum líka þetta ótrúlega góða veður. Já, það er yfirleitt mjög gott veður hérna í Ásbyrgi. Áttu marga hesta? Við eigum svona 18 cirka, sem eru flest allir notaðir í hestaleiguna. Eins og ég sagði áðan, þú verður ekkert farið að sé vegur hérna hinum megin við eyjuna eða fólk gangandi út allt eða neitt. Þetta eru bara við náttúran einhvern veginn. Þetta er ótrúlega mögnuð upplifun. Mér finnst það bara alltaf jafn skemmtilegt. Þó svo að ég fari mörgum sinnum á dag, þá er alltaf eitthvað nýtt að sjá og þetta er bara svo ótrúlega einstakur staður að það er bara dásamlegt. Já, þetta er eitthvað sem allir geta gert, hvort sem þú ert vanur eða ekki. Við tökum helst kannski ekki fleiri en 10 í einu. Það er svona skemmtilegast finnst mér. En það eru fjölskyldur og krakkahópar og svo líka bara eldra fólk. Þetta er svo miklu meira en bara eitthvað faratæki sem maður er á hesturinn. Já, það er það. Þetta er bara félagi. I'm haunted by the Holy Ghost, like she got a thing on me. I can't go on like this. It's plain to see. Einhvers staðar heyrði ég að góðu dagur verður bara betri í góðum félagskap. Áður en ég held því áfram til Húsavíkur heyri ég góðum frænda mínum sem þar býr, honum Elísóra. Hann býður mér í mat og hvalaskoðun eins og góðum húsvíkingi sæmir. Hann þekkir svæðið og staðhætti vel, svo ég býð honum á móti að slást með mér í för það sem eftirlifi dags. Góð þessi? Þessi brugga er bara hérna 200 metrum frá okkur á Húsavík. Það er svoleiðis? Það er svoleiðis, Húsavíkur. Húsavíkur? Já. Hver bruggar Húsavíkur? Heyrðu, hann heitir Þorsteinn, þetta er 25 ára pjakkur. Fór út til Bretlands, dúksaði þar bjórskóla, kemur aftur á svæðið og byrjar að brugga þessa miklu snilld og gerir það mikill alúð. Hann reynir að nota sér hráefni úr heimabyggð og ég held að það útskýrir svona að einhverju leyti hversu bragðgóður bjórinn er. Svona grunar mig allavega. Já, heyrðu. Glæsilegt. Takk fyrir kærlega. Takk. Þetta klikkar ekki. Hvernig er Húsavík að fara með því? Mjög vel. Hér er alveg gríðarlega gott að vera.
Við nógum að vera í sumarið. Já. Sérstaklega sumarið. Það verður örðugt til rólegra í vetrartímann. En sumarinn frábær. Þá er þetta algjör partís. Þú horfir hérna í kringu þig, við erum ekkert lendir í snjóbil. Þetta er bara lundin á flugi. Þetta er ótrúlegt. Þetta er 200.000 lundar sem eru hérna í flóanum á eyjunni. Við erum með mikið af fuglum almennt og fuglalífið er mjög gjöfult. Þetta er kannski 1/10, 1/20 af þeim 200 stundum sem hér er að finna. Það grafa sér hreiður inn í eyjuna og taka svona pínu undan henni. Þannig að það eru bæði fuglar hérna fyrir utan, þessi hvítu dílar sem við sjáum, fuglar inn í eyjunni og svo ofan á eyjunni sem við sjáum ekki hér. Og þú sérðu núna þessar risa breiður hérna. Þetta er alltaf bara lundi sem er farin úr inni og sest ekki. Já. Þetta er kringum okkur. Uppskrift að góðum degi er unnin í samstarfi við Uppbyggingasjóður Norðurlands eystra. Auðlindir eru okkar hjartans mál. Nýtum þær saman á skapandi og skemmtilegan hátt. eimur.is